Álfheiður, það gaman að syngja í svona kirkju. Það dásamlegt að syngja hérna. Við erum hér söngkópurinn við Tjörnina sem að syngjum undir stjórn Gunnars Gunnarssonar, organista. Og svo eru hér 35 krakkar í barnakórnum við Tjörnina. Þannig að hér er mikið líf og fjör. En á hverju er svona gott að syngja í þessari kirkju? Er það hljómborðurinn? Hljómborðurinn er frábær. Hann bara lyftir okkur svolítið upp. Hann lyftir okkur upp í hæstu hæðir og við, sérstaklega við krakkarnir, við ímyndum okkur alltaf við syngjum inn út á Tjörn og yfir Tjörnina. Ég segi alltaf við krakkarna, jæja, nú vekið þið svanina. Og þið syngið hér alls konar tónlist. Það kemur út í alls konar hugmyndafræði í tónlist. Algjörlega, við erum í, hann Gunnar er náttúrulega svo mikill snillingur. Hann er voða duglegur að útsetja, þannig við förum nýjar leiðir með sálmatónlist. Við höfum verið í miklu samstarfi við erlenda tónlistamenn sem hafa komið hér og sungið og spilað með okkur. Frá Jórdan, frá Noregi, frá Bandaríkjunum, bara nefndi það. Og djassið og djammið og gerir allt sem tónlist gerir gert. Já, algjörlega og mikill spuni. Og við vinnum svolítið svoleiðis, við vinnum bara mjög svona spontant og bara tökum því sem höndum ber. Engin tónlist óleyfileg? Ekkert, það er allt leyfilegt hér, allt leyfilegt. Þú hefur sungið hérna oftar, Páll Óskar, en töluverður á komið. Já, ég hef ekki töluna yfir brúðkaupin og jarðarfærirnar, sko. En ég byrja samt að hanga hérna uppi með pabba og mömmu þegar ég er svona 6 ára. Hjá Týr og Margrét, þau voru náttúrulega bæði klassískt mestnaðir söngvarar og þau kynntust mér í kirkjukór, í Háteigskirkju þegar hún var enn í byggingu. Mamma var 17 ára og pabbi var 20 og þau eru strax skotin í hvort öðru og fóru að hrúga niður börnum. Ég er yngstur á 7, sko. Þannig að, og vegna þess að það voru engin dagvistarúrræði í gangi á þeim tíma, þá draga þau mig með alltaf á allar kóræfingar. Þau voru örugglega í 3 kórum í einu, sko, fríkirkjukórnum og pólifónkórnum og skaffisku söngsveitinni. Við höfum ekkert með Skagafjörð að gera, sko. Og þarna uppi, hérna upp á kirkjuloftinu, þá strax fæ ég það með móðurmjólkinni, bara hreint út sagt, að það er nákvæmlega ekkert hallærislegt við það að opna munninn og syngja og tjá sig. Og allt þetta er börnum svo eðlislegt líka. Börn byrja að syngja áður en þau byrja að tala, þau fara að mála myndir áður en þau læra að skrifa, þau dansa áður en þau læra að labba. Þannig að þetta er í miðtaugakerfinu á okkur, þetta er frumtjáning okkar. Aftur á móti þá eru kannski utanaðkomandi þættir sem verða til þess að okkur finnst þetta hallærislegt og við verðum feimin við að gera þetta. En feimnin og óttinn við þetta er bara strax tekin frá mér þegar ég er barn hérna uppi og ég venst í að heyra og sjá pabba og mömmu syngja út. Og ég læri alla þessa sálma, þú veist, utanbókar og mér sé að messuformið og allt. Og ég bara þeim ævinlega þakklátur að hafa dregið mig með, þú veist, í vinnuna. Þannig að fríkirkjan er grunnurinn að þínu söng? Í sjálfu sér, ég fæ þennan stökkpall, sko. Og svo maður að tróða upp í saumaklúbunum hjá mömmu og seinna meir í skólanum en þegar þú verður síðan eldri þá kannski tekur ákvörðun það hvort þú viljir vinna við þetta síðan eða ekki. En seinna meir þá þegar auðvitað vissi ég það ekki þá en seinna meir verði ég bara ævinlega þakklátur fríkirkjunni og séra Hirtimagna fyrir þessa skýru afstöðu með mannréttindabaráttu samkynhneigðra og seinna hinsegin fólks, þú veist, reglunum stækkaði með árunum og það var þessi skýra afstæða sem meðal annars var til þess að ég og Mónika fyrir að spila þetta hver einustu jól og við gerðum það óslitið alltaf á aðfangadagskvöld í miðnættumessunum hérna í 14 ár. Takk fyrir. Og þannig að ég það var svona, já, þakklætisvottur og yndislega ánægjulegt að halda jólin hér og síðan bara breyttust aðstæður smá saman. Þú veist,
hjá okkur báðum. Þannig að við gerum það ekki lengur, ekki núna. En ég sem sagt á þessa sögu hér með þessu húsi. Og sem betur fyrir þá heldur maður ennþá þessum tengslum við þetta hús þegar það koma upp jarðarfarir, til dæmis, þær gerir ekki boð á undan sér. Og einmitt í jarðarförunum þá lærir maður það svolítið að hvað þetta mikið þjónustu hlutverk. Enginn syngur í jarðarför til þess að slá í gegn. Eitthvað. Þú ert algjörlega að þjóna fólkinu, þú ert að þjóna aðstandendum hins látna sem eru kannski algjörlega í klessu, frosinn, get ekki grátið eða get ekki losað og ég trúi því alveg statt og stöðugt að rétt lag, réttur texti, réttur flytjandi, allt þetta getur tikkað í öll bóksin og skrúað frá og hjálpað þær að gráta. Og til þess eru við söngvararnir hér. Hér hefur verið sungið oftar Egill en töluverður á komið. Já, ég hef sungið nokkuð oft hérna. Byrjaði 1976, söng þá með. Þá var hann Sigurður Ísólfsson organisti. Það var í útför afa míns. Og þetta hús kallar á söng. Ég hef sagt að þetta hús, það hefur þetta sem er stundum sagt borgir, duende. Duende. Og duende er eiginlega niður blóðsins, það er því sem slíkt. Og ef við mögnum upp þá hljómkviðu, þá lágværu hljómkviðu, þá kemur á daginn að hún náttúrulega lítur öllum lögmálum alls annars hljóms og þá getum við ferið í Pýþagóras af því að hann fann upp strenginn, músikstrenginn, styttan helmingu það ekki hann 8. Hann fann líka að það voru 13 tónar, náttúrulegi tónar í 8. Og alveg sama er í gullinsniðinu. Það er 3, 5, 8 Fibonacci tölunar, sem leggur alltaf síðustu töluna saman. Og það er gullinsnið og kirkjan er byggð samkvæmt gullinsniðinu. Þannig að þetta harmonerar allt saman, músíkin. Og ef við förum út í það, þá er þetta niður hnattanna líka. Þannig að það er niður hnattanna, það er himinninn og það er músíkin og það er byggingin. Finnurðu fyrir þessu þegar þú stendur hérna og syngur? Ég finn yfirleitt fyrir því ef andi er góður í húsinu og ég fundi fyrir því margoft þegar maður getur komið inn í athafnir þar sem að stemningin er þannig að maður bara súkkar allur niður. Og það er ástæðan fyrir því að kannski það er eitthvað ósætti innan fjölskyldu þegar maður kemur í jarðarfarir. Og það sagði við mig gamall prestur, hann sagði, veistu þetta maður, þau eru að rífast út af einu innskotsborði. Þau talast ekki við og sitja ekki saman. Og þá finnur maður þetta. Þannig að það getur verið, en ef hús hafa góða orku, þá er það mjög mikilvægt. Og ég held að þetta hús hefur einstaklega góða orku, ég finn það. Og ég held að það sé mjög nauðsynlegt ef það er rétt sem að menn segja að heilinn hafi ekki breyst í okkur síðan á steinöld. Og þá létu menn nú heldur betur hugan reika, það var nógur tími. En nú eru menn hættir þessu. Það var gott að koma í þessa kirkju, slökkva farsímum, láta hugan reika og þá lækna menn allar sálarþybbur. Ég finn það sjálfur sitjandi hér hlustandi á tóna söng. Maður næri eiginlega betur til söngsins og tónana heldur en oft á tíðum. Maður róast ykkur. Já, þetta er timburkirkja og hljómurinn er alltaf mýkri í timburkirkjum. Og hún er mjög góð, það er alveg sama þú magnir í hljóð, það er sama hvað þú gerir við hljóð í timburhúsi, góðu timburhúsi, að það er alltaf mjúkur, það er mjög mýkri tónn. Og svo held ég að gullinsniðið og þetta lag á kirkjunni, bogar og þessi boga þak hérna, það hjálpar hljóðan að vera til. Þess vegna voru náttúrulega þessir stóru kirkjur með þennan stóra dóm, af því að 90 gráðu horn er vesti óvinur hljóðsins. Af því að þá byrjar það að ferðast reglulega. Hér syngurðu á jólum? Já, hér syng ég á jólum og við höfum haft það sem reglu að við höfum lagst á árar, ég og Gunnar Gunnarsson, að semja alltaf nýtt jólalag hver jól, stundum 2. Þau eru orðin nokkur. Og alltaf jafn heillandi að koma hér. Já, við höfum verið bæði í þessu hjóninu på síðkastið. Tinna hefur lesið upp einhvern góðan kveðskap og ég hef fengið að fabulera frítt. Svona eins og leikmaður, Hjörtur Magni er náttúrulega einstakur með það. Hann leyfir leikmönnum að tala hér og ég hef fengið að fabulera listina og hvaðina. Og talað hér hef ég séð meira sig á bekkjum sitjandi
músetturnar 9, dætur Síusar, allar saman í röð. Það eðlilegt að leita hingað, að Parnassusfjallinu.